held þeir sé kannski bara koppa inn eða eitthvað. En ég held þeir sé samt með bara eiginlega besta mannskapinn núna. Ég held að það var örugglega Teitur. Ég held að hann hefði sett stóru skoti sem þurfti að fara niður. En þeir redda þess. Jakob, reynslan, já. Stór spurning. Pétur Guðmundsson, hann mun hjálpa öllum alltaf. Þeir eru nokkrir, ég veit ekki, þegar Jakob þarna og... Jakob síður það? Já, ég held það. Reynsla frá honum. Það var Pétur Guðmunds. Pétur Guðmunds, alveg með hann? Alveg 100%, við fengjum hann inn í teig. Þetta var frábær leikmaður og einn sá besti sem við höfum átt og svona bara í sögunni bara stórkostlegur leikmaður. Já, það er margir sem myndu geta hjálpað sko. Ég hugsa einhverjum svona fljótir stórir forvarðar, svona íþróttamenn sko. Ég veit ekki hvort við eigum marga af þeim svo sem í sögunni. Ég ætla samt að segja að Alexander Ermolinski hefði getað hjálpað þessu liði mikið. Upp á sitt besta. Svona kannski áður en að fara ríkisborgararéttur þess að eiginlega sko. Ég segi svona mid-90s Ermolinski hefði getað aðeins teygt úr gólfinu og sett nokkra þrista sko. All-time leikmaður segir. Ég er svo ungur að maður náði ekkert að fylgjast með körfubolta þegar þessar stjörnur voru svo að ég bara Jón Arnór í præminu. Já. Hann hefði verið sterkur póstur þá. Siggi Ingimundar. Siggi Ingimundar? Já. Fastur við þig? Já. Teitur. Teitur? Já. Teitur. Teitur. Kemur vel inn í þetta? Svolítið litaður en halda fram. Það vantar fauta í þetta lið. Það eru svona góðmenni. Ég held að Siggi Ingimunda og Alli Óskars Alli Óskars náttúrulega hefði verið garanteraður. Þú segja Albert Óskarsson? Albert Óskarsson. Pétur Guðmunds. Meðan við 3 stiga nýtinguna, þá var hann góð í skóla. Skólaskólanum? Já, meðan við síðasta leik. Frikki Ragnars. Já, meðan við síðasta leik, þar sem að vanta upp á skotin, inn á 10% nýting, þá myndi ég nefna bróður minn, Teit Ólafsson og Guðjón Skúlason. Elsku vini!